Meiri ást og minna stríð, ég held að við getum öll verið sammála því. Við ætlum að heyra í Guðjóni í hernámssetrinu á Hlöðum í Hvalfirði. Hann búinn að nýta tímann vel síðustu vikur og að taka hernámssetri í gegn bæða utan og innan. Guðjón, þú ert búinn að vera hér í 8 ár með þetta opið, 10 ár ertu búinn að vera hérna á svæðinu. Já. Þið voruð að breyta og eruð að breyta staðnum. Bæði breyttist nafnið ykkar núna fyrir einhverju síðan. Já. Og nú eru standa miklar framkvæmdir til og bara yfir þetta. Hvað eruð að gera? Sko, það kemur náttúrulega út af COVID-dæminu að það afbókaðist allt þegar þetta skall á okkur og þá ákváðum við að endurskipuleggja allt safnið og sortera það. Þannig að við erum búin að vera hér á hverjum degi í að verða 6 vikur. Þar sem við höfum sorterað annars vegar rússneskt þar sem við situm akkurat núna. Og svo erum við búin að koma upp bresku herbergi, þar sem allt okkar breska dót þýska dótið allt komið á einn stað og ameríska dótið það er svona að komast mynda á það. Og þetta er eitthvað sem ég búin að vera að vandræðast með í nokkur ár en núna vannst tími til þess að fara í þetta og við erum eiginlega búin að snúa við hverjum einasta hlut á safninu sem eru nokkur 1000 munir og svo svona endurskipuleggja og bæta og koma hugmyndum á svona eitthvað rekspöls þannig að við getum farið að vinna í þeim sem búin að sitja á hakonum í 3-4 ár cirka. Já, og við ákváðum að svona í staðinn fyrir að fara í eitthvað volæði yfir þessu ástandi að undirbúa sumarið bara mjög vel þannig að við værum þá tilbúin til þess að taka á móti öllum þeim Íslendingum sem eiga eftir að hrúast hér inn í Hvalfirðin og á safnið sko. Þið eru ekki bara að taka til innan eða breyta inni, þið eru líka að taka það eru breytingar utanhús líka. En við erum byrjuð að mála svona myndir til þess að draga athygli að húsinu. Við notum þema eftir listamann sem heitir Baxi og hann hefur verið miklu uppáhaldi hjá mér og hann er svona pínur róttækur, hann er mjög frægur og hann gerir svona vegglistaverk en við höfum teiknað verkin eftir hann. Verkin eru í hans þema en ekki alveg nákvæmlega eins og Ragnheiður Ásta, listakona vinkona mín, hefur teiknað að hluta til og síðan Halldór Randver Lárusson hefur gert nokkur verk sem eru og verið að mála núna akkurat úti sko. Og þetta er svona, við erum með stórt písmerki fyrir framan og svona tilvitnanir, lítil stelpa sem skrifar vonum frið og annað slíkt og það er það sem við svona erum að leggja áherslu á þó svo að við séum að tala þennan tíma og þennan hildarleik allan að þá leggjum við áherslu á að boðskapur friðar sé mikilvægari en að röflum eitthvað stríð. Og þetta gerum við líka í tilefni þess að 10. maí núna eru 80 ár frá því að Bretar komu hér og hernum okkur og 75 ár tímamót þar sem stríðinu lauk. Þannig að þetta ár er mjög stórt ár, annars vegar þetta 80 ára afmæli og svo 75 ára afmæli og þetta er svona það sem við erum að leggja áherslu á að gera og vinna með í sumar og svo verður stór hátíð 3. september sem verður svona friðarhátíð og þá svona opnum við þetta allt með pomp og prakt og stórum gestum bæði innlendum sem erlendum. 80 ár síðan að Bretar komu, þeir voru ekki eins vel búnir og þeir hefðu þurft að vera það og íslenskar konur voru upp til hópa að prjóna á það á klæði og þetta veist þú eitthvað betur og ert nýbúin að prjóna eitthvað í kringum þetta hér. Nákvæmlega, málið er að Bretinn var sérstaklega illa útbúinn og þetta voru ungir drengir og vetradvöl hér tala menn að hafa verið helvíti á jörð.
Þannig að þetta, sko, þeir voru náttúrulega í óeinangruðum bröggum og þetta var pínu vosbúð. Málið er að hérna, ég man að amma talaði að konur hefðu prjónað á þessa dáta og ég hef alltaf talað að, þú veist, ef það hefði ekki verið fyrir prjónaskap íslenskra kvenna þá hefðu þeir frosið í hel þessir hermenn hér á vetrum. Og svo kom hérna hópur sem var staddur á Hótel Glím sem kallaði sig hérna Prjónum saman og þau komu hér, bæði karlmenn og kvenmenn, þannig að ég taki það nú fram og þá var ég að segja þessar sögur og þá sögðu þau að þau vissu af því að það væru til prjónabækur sem eru frá fyrri heimsstyrjöld og seinni heimsstyrjöld og konum á þessum tíma og sérstaklega í Bretlandi þeim var gert að prjóna á hermennina áður en þeir fóru í stríð og þar á meðal voru lambúsettur, það voru svona skotvettlingar og það voru svona vesti og við googluðum og fundum bækur og uppskriftir og annað slíkt og hún Dóra hérna á Vestur Leirárgörðum, prjónakona mikil, hún hefur verið að prjóna og þar á meðal þetta vesti sem ég í, það prjónað eftir þessum bókum eða upp úr þessum bókum og svo aðrir hlutir sem við erum að vinna með sem við ætlum að síðan að kynna og selja hérna í minjagerðarversluninni í sumar. Já, þannig að þið verðið með svona hermanna prjón til sölu. Já, við verðum með það og svona upplýsingar þennan prjónaskap frá þessum tíma því að mér finnst þetta mjög heillandi og ef einhver kona eða konur eða menn viti af einhverjum prjónaskap eða einhverju sem hefur verið prjónað af íslenskum konum á þessum tíma þá þætti mér mjög vænt að fá að vita það.